tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Það Toyota á Selfossi sem býður hlustendum Suðurland FM upp á fréttir og fróðleik úr hestasportinu. Já, mikið rétt, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og þá komið yfir í hestamennskuna og það nú heldur pittur búið að vera mikið í gangi þessa dagana. Allar, vetradeildin búin að vera klárast, KS-deildin, Suðurlandsdeildin, Uppsvitadeildin, áhugamannadeildin og ég veit ekki hvað og hvað. Það hægt að þylja allt upp alveg endalaust. En við ætlum að ræða hvað framöndan núna og það nú ekki að verri endanum. Það stórsýning sunnlenska hestamanna og línuna komin Eirík Vilhelm Sigurðsson sem í kringum Rangahöllina. Heill og sæll félagi. Sæll og blessaður. Hvernig hefur það? Ljómandi gott alveg. Herðu, það þið gefið ekkert eftir hérna í Rangahöllasýslunni. Þið byrjaði að halda hérna nýlega deild sem heitir Suðurlandsdeildin og svo ætliði bara að fara að skella í ykkur stórsýningu og endalaust á mótum. Hvað eftir annað? Já, það þýðir ekkert annað en bara allt í botn. Já, nákvæmlega. Við sýningin þessi 4. eða 5. skipti sem hún haldin. Og mikil tilhlökkun. Þannig að búið að ganga mjög vel að fá atriði og þetta muni verða bara margir helstu hestar landsins. Og erum við að tala að þarna séu bestu hestar landsins bara mættir og þið sunnlenski hestamenn að sjá þetta? Já, það allavega von okkar að bestu hestarnir og í bland við vonarstjórnur bæði næsta sumars og framtíðarinnar verði mætt þarna. Já. Við vitum allir hvað við gefum bestu hestana, það náttúrulega Gnúberhreppnum en þeir eru bara ekki alltaf sýndir sko. Nei, ég segi svona. Já. Herðu, en aðeins meira þessi sýning, hvernig búist við því að ykkur svona nýjir vonastundir sem að fólk á að vera virkilega spennt við að fara að sjá? Það svolítið erfitt að svara. Við leggjum upp með það að sýningin sé fjölbreytt og skemmtileg, þannig að við verðum með bæði hæstdæmda hest í Geysi síðast árs og svo erum við með atriði úr parafimmi Suðurlandsdeildarinnar, sigur atriðin þar. Við fáum 2 fyrrverandi heimsmeistara í dösti úr vestur Skaftafellssýslu. Já. Reyndar annar ennþá núverandi heimsmeistari og hinn var heimsmeistari 98. Og það verður gaman að sjá hvað þau koma með, hvort að það verða heimsmeistarefni framtíðarinnar. Já. Svo erum við með sýningar frá mörgum þekktum búum. Við erum með sýningu frá Þjóðsaga, frá Kjarri, Austurkoti, Strandarhöfði. Og svo veit ég að hestur sem að ég þekki nú ágætlega, Jarls frá Árbæðarhjálugu, hann mun mæta þarna. Já, kannski fyrir hlustandan sem að veit ekkert hver þú ert. Þú ert eða ekki með tengingu þarna aðeins inn í þetta? Svona skátengingu eða ekki? Þá inn í Árbæðarhjálugu eða? Já, er það ekki? Jú, örlitla. Þannig að konan mín þaðan og vinnur þar. Já, Þannig að þetta svo allt skemmtilegt og það var í fyrra mætir til okkar Bettina sem með hesta fyrir hestakjæru og hún hefur verið dugleg að leyfa svo áhorfendum að fá fara í hléi og prófa þessa upplifun að setja í svona hestvagni. Já. En kannski aðeins aftur áður fyrir mér parafimmin, þessi nýja keppnisgrein sem þið helduð, sem þið eru að fara að sýna þarna. Hvernig virkar hún fyrir sig? Nú eru margir ábyggla sem eru að heyra þetta bara í fyrst skipti jafnvel. Já, hún virkar þannig að það eru 2 saman sem keppa sem par. Þeir þurfa á 3,5 mínútu að sýna nokkrar æfingar og eins þurfa að sýna gangtegundir íslenska hestsins og á þessum tíma eru þau dæmd og þetta dæmt bæði eftir flæði og fjölhæfni og gangtegundirnar eru dæmdar og svo eru æfingarnar dæmdar. Og þannig að það hefur verið mikið að ske fyrir dómarana og
og dómararnir dæma í pörum, þannig að hvert par dæmir er einn af þessum þáttum. Og þannig að þetta verður eiginlega eins og parafimmin lukkaðist alveg svakalega vel. Þetta var bara ein stór sýning. Já. Og gaman að sjá hvað menn lögðu mikið upp úr atriðunum. Menn voru margir, allir voru búin að velja lög undir og voru þá að sína æfingar og annað svolítið í takt við lögin. Þannig að við munum vera með núna á 50. stórsýningunni fyrst efstu 2 atriðin, fyrst og annað sæti. Já, þannig að, svo þið með þarna, eins og þú sagðir, heimsmeistara í tölti. Hvaða höfðingjar eru þetta sem eru heimsmeistari í tölti fyrir ómar? Það er Kristín Lárusdóttir, sem er ríkjandi heimsmeistari í tölti og sem býr að Syðrufljótum í Skaftárhreppi. Og svo er það Vignir Sigurðsson á Hemlu í Rangárþingi eystra, sem er skaftfellingur í húð og hár. Já. Svo þið með hinn og þessi atriði og maður sér hérna meðal annars að Hestabraut fjölbrautaskólans hérna á Suðurlandi, þeir eru með eitthvað atriðið þegar ekki? Jú, 3. árið ætlar að mæta til okkar. Já. Og hérna ég veit að þau voru að æfa í dag í Rangárhöllinni og ég er bara virkilega spenntur að sjá hvað þau koma með og sína okkur. En þetta er núna bara í vikunni? Já, 50-dagskvöld, skýrdagskvöld. Daginn fyrir föstudaginn langa, þannig að það er allur föstudagurinn til þess að hvíla sig. Þarf ekki fólk að tryggja sig miða tímalega á þetta? Jú, það er æskilegt að tryggja sig miða á tix.is og hérna miðaverðið við stilt mjög í hóf og það er 2.500 krónur. Húsið mun svo opna hjá okkur klukkan 7 og þó að menn séu búin að tryggja sig miða að þá eiga þeir ekkert fast sæti í húsinu, þannig að það er mikilvægt að menn mæti tímanlega þó þeir séu búin að tryggja sig miða. Já, þannig að ef þú ert búin að missa kvöldmatunni þá eru þið samt með kvöldmat þarna. Já. Það er ekki að spyrja að því. En svona í lokin árið slepptir, hefur þú náð að fylgjast eitthvað með vetradeildunum annar staðar í vetur? Ég verða viðkynna að ég hef horft á þær oft, og hérna ég bæði horfði á KS-deildina og ég fylgdist með meistaradeildinni. Og því miður komst ég ekki á uppsveitadeildina, það stendur til bóta á næsta ári. Já. Og hérna, en já, þannig að ég hef örlítið náð að fylgjast með. Já. Og hvernig finnst þér svona þessi mót fara fram svona heilt yfir? Bara svakalega skemmtilegt. Gaman að sjá bæði þessa liðakeppni og svo einstaklingskeppnina eins og í meistaradeildinni. Já. Meistaradeildin er náttúrulega bara svona okkar sterkasta deild. Og hérna þó að Suðurlandsdeildin auðvitað stefnir þangað. Já. en það er gaman að sjá bara í öllum þessum deildum virknina sem verður á svæðunum og kraftinn og metnaðinn í liðunum og hérna knöpunum. Þannig að ég er alveg viss þessar deildir er að gera alveg svakalega mikið fyrir hestamennsku í landinu. Merkileg þessi keppni í ári meistaradeildinni, þetta hefur aldrei verið jafnt. Þetta var ótrúlegt hvernig úrslitin fóru. Bergur Jónsson sigraði með jafnmörg stig og Árni Björn Pálsson. Já. Þetta er alveg ótrúlegt. Það er alveg magnað. Já. En svona hvernig... En veist þú, minnist á Berg sko? Já. Að mitt gangmöljarn minn mæta til okkar á stórsýninguna. Það er ekkit flóknara. Þannig að ég býst við Berg þar. Já, þá erum við að tala um alvöru veislu. Já. Nákvæmlega. Eiríkur Vinum Sigurðsson, takk að kella fyrir að gefa okkur tíma. Þín uppáhalds svona grein þegar þú ert að horfa sem áhorfandi, hvað er hún? Fyrir utan náttúrulega parfimina. Já, fyrir utan parfimina. Og það er skeið. Já, nákvæmlega. Við förum alltaf skeið. Já. Við hleypum á skeið. Takk að kella fyrir. Það eru sömulegis gestur. Ok. Bless. Þú varst að hlusta á fréttir úr hestasportinu í boði Toyota á Selfossi.